Jæja Gunnar, sigur var þetta en það var svolítið ströggla á okkur var það ekki? Já, það er náttúrulega frekar erfitt og við förum með 6 hraðuplöp, 1 á móti markmanni og klárum við helmingna því, það hefði aldrei verið leikur. Spilum frábærlega og maður skapa okkur mikið af færum en gerum þetta óþarfa spennandi. Ég ætlaði að koma inn á þessi hraðuplöp, þarftu aðeins að setja hornamennina á séræfingar núna með að slúta? Já, þetta er kannski bara meira svona hausinn að höndla svolítið stressið og svo það er kannski búið að klúra 4 að þá er þetta ennþá meira stress og þá vindur þetta upp á sig en ef við nýtt þessi færi sem við fengum þá hefði þetta aldrei verið neinn spenna en samanskapi erum við að spila mjög vel, ekki alveg nú ánægð með varnarleikinni í fyrra hálfleik, við náum að loka því í seinni. Ég hefði viljað fá meira markúst í dag, ég verð að viðurkenna það en samt sem áður, heildina góður leikur. Svona ef maður dregur helgina saman þá erum við að spila bara nokkuð vel, við erum að spila illa í 15 mínútur í gær og það kosti okkur sæti á HM. Svekkjandi að þegar maður sér hann á hóp hérna sem við með að þeir skuli ekki vera á leiðinni. Já, það er svekkjandi og segi 15 mínútur í gær voru dýrar og það kosti okkur þetta sæti en enga síðar sem ég kannski ánægði, nú erum við búin að vera með þá í gott ár og framfarirnar eru miklar og þessi strákar eru að spila stór hlutur núna í sínu liðum og það gerir það að þeir að taka miklu framförum og ég er alveg samferður það að það er einhver þessum hópi sem áttur að spila með allandsliðinu í framtíðinni, ég er samferður það. Já, maður sér strákar sem eiga alveg erindi í það og framtíðin er björt. Framtíðin er björt og svekkjandi að vera ekki með á HM en enga síður við erum að ala upp leikmenn framtíðarinnar og þeir læra þessa reynslu og munu lifa því í framtíðinni og við höfum eftir að sjá meira af þessum strákum, það er alveg klárt mál. Takk fyrir og góða ferð til Katar. Já, takk fyrir það. Ómar.